Komið sæl, ég heiti Aldís Gunnarsdóttir, íþróttafræðingur og þjálfari hjá Hreyfingu Heilsulind. Mér langar að ræða örlítið hreyfingu á og eftir breytingaskeiðið. Á breytingaskeiðinu þá minnkar estrógeni hjá konum sem getur valdið breytingum á líkamanum. Frá 30 ára aldri getur vöðvamassin minnkað alltaf 3–5% á hverjum áratug og eykst enn frekar við breytingaskeiðið ef ekkert gert. Tap á vöðvamassa þýðir minni styrkur og auknar líkur á föllum og beinbrotum. En aukinn vöðvamassi getur aukið lífsgæði þegar kemur að styrk, líðan, svefni og fleira. Það sem ég myndi ráðleggja öllum konum að lyfta lóðum lágmark 2 sinnum á viku og að stunda einhvers konar þolþjálfun 1 sinni til 2 á viku. Það getur verið langir göngutúrar eða þá hlaup og hjólreiðar. Einnig mikilvægt að hita sig vel upp fyrir æfingar og taka liðkunaræfingar í 4–6 mínútur og taka svo létta 4 mínútna göngu eða skokk á bretti eða þá að hjóla. Mér langar að sýna ykkur 2 mjög góðar styrktaræfingar sem þið getið unnið bæði í ræktinni og heima. Eina sem þið þurfið 2 handlóð. Það annars vegar hnébeygja með lóðin hér fyrir framan. Cirka axlabreidd á milli fóta, við setjumst aftur. Höfum í huga að hafa hælana alltaf í gólfinu og hné í línu við tær. Hér takið 12 endurtekningar. Á móti því tvíhöfðaréttan. Þar skulið hafa olnbogana upp í síðuna, þið beygið og réttið alveg úr handleggjunum. Takið hér 12 endurtekningar. Hér hafið þið 2 mjög fínar styrktaræfingar sem mikilvægt að gera bæði á breytingaskeiðinu og eftir. Þetta aðeins brotaði sem þið gæti gert.